Rétt svar, staðalfrávik talnasafnsins er 2,76. Frávikshlutfall, enn en lýsistærðin. Vara skal að bera saman staðalfrávik gagna þegar mælingarnar í misjöfnum mælieiningum eða meðaltal þeirra mjög frábrugðið. Ef vera að bera saman, hvað ef að segja, úrkomu á tveimur mismunandi stöðum og annars vegar er úrkoman miklu á öðrum staðan er hún miklu hærri, þannig að meðaltalið er hærra, mun hærra heldur hún á hinum staðnum, að þá er stundum betra ef við ætlum að bera saman breytileikan að nota í staðan fyrir að bera saman staðalfrávikinn beint, að nota hérna frávikshlutfall. Tala nú ekki þegar við erum að bera saman eitthvað eins og ég segi sem er í mjög misjöfnum mælieiningum. En frávikshlutfall, coefficient of variation, CVAF, reiknum við sem S sem er staðalfrávikið deilt með X bar sem er meðaltalið. Eftir því sem CVAF er hærra, því er meiri breytileiki eða því dreifðari eru gögnin. Nú skulum við aðeins taka þetta saman og bera þær saman. Allar þessar lýsistærðar eru ágætis lýsistærðir og gott að reikna út. En við sáum að dreifn og staðalfrávikur er notað til að lýsa breytileika mælinga umhverfis meðaltalið og því er eðlilegt að nota staðalfrávik og dreifni aðeins þegar við notum meðaltal til að nota sem mælikvarða á miðju. Þannig að eins og með meðaltalið að þegar við höfum mjög skekkt gögn eða þegar við erum með útlaga að þá er staðalfrávik og dreifni ekki skynsömustu lýsistærðirnar að nota. Þá viljum við frekar nota einhverja annar og hér tölum við 5 tölu samantekt. En 5 tölu samantekt er samanstendur af minnsta gildinu, fjórðungamörkunum og stærsta gildinu. Þannig að við sáum áðan hvernig við reiknum fjórðungamörkin, við bætum bara við lægsta gildinu og því hæsta. Þannig að ef við erum með mjög skekktar dreifingar eða útlaga þá er gott og það má reikna út það er alltaf að reikna út nokkra lýsistærðir, teikna gögnin og út frá því ákveða hvaða lýsistærðir er skynsamlegast að nota. Þá höfum við farið yfir lýsistærðir fyrir breytileika og ég þakka áheyrnina. Bless.